Að sunnan í samstarfi við einfalt heimshorn með Holta, tandúri eða fajitas, barbecue eða safran, full eldað. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar. Trésmíðan Fagus, Þorlókshöfn. Landsstólpi EHF, útsölustaðir, Gunnbjarnarholt við Selfoss, Kaupfangi 10 Egilsstöðum og Vélaval Varmahlíð. Hótel Laki, Efrivík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 46 00. Komið blessu og sæl, við heilsum ykkur hérna að sunnan og það ýmislegt sem við ætlum að bralla í þættinum í dag. Meðal annars ætlum við að kanna undirheima Rangárþings ytra. Við heimsækjum líka Jarðaberjaland í Bláskógabyggð, spásurum eftir náttúrustíg og skoðum plánetur í fylgd Hornfirðinga og svo síðast en ekki síst spyrjum við frétta af nýrri brú yfir Ölfusá. En við byrjum á því að skoða hellana á Ægisíðu. Hér í byrjun 20. aldar lá heimreiðin heima að bænum, torfbænum sem var hérna upp á hæðinni og einn daginn þá fór bara hálfur hestur hér onni sem var á leiðinni heima að bæ og menn fóru að skoða hvað væri undir og fóru að grafa af hverju hesturinn hefði svona hrapað bara onni í jörðina og þá fundu menn hennar stærðareina helli sem afi sagði að hefði verið 7 metra hár og 7 metra breiður og langur en eigi að síðu hrunin að stórum hluta því hann hafði verið upprunalega miklu stærri. Hellirinn er svo djúpt hérna onni að menn gerðu brunn í miðjum hellinum til þess að bara nota fyrir bæinn. Sérðu það? Vá! Þetta er stærðar en hellir. Þetta er rosalegt. Við sjáum nú ekki mikið af honum en einhver hluta, hann liggur hérna lengra inn vinstra megin. Við erum stödd í Rangárþingi ytra og hér er sannarlega ekki allt sem sýnist. Við komumst að því þegar við gengum bernskuslóðir Baldurs Þórhallssonar og hann byrjaði á því að bjóða okkur í Fjóshelli þar sem við tylltum okkur niður í höfðingjasæti sem hugsanlega voru höggvin í bergið líkt og hellirinn löngu fyrir landnám. Afi minn, Þorgils Jónsson á Ægisíðu sem var fæddur í lok 19. aldar. Hann sagði okkur krökkunum bara munnmæla sögur sem hann hafði eftir fólki frá 19. öld og hann og aðrir voru sannfærðir það að hellarnir væru verk pabba. Hér hefði verið mikil pabbabyggð á Ægisíðu torfunni og rauninni á svæðinu milli Ytri Rangár og Þjórsár. En á þessu svæði eru milli 200 og 300 manngerðir hellar. Við vitum náttúrulega ekki nákvæmlega hvort þetta var verk pappana eða hvað, en ég vil bara trúa þessum munnmæla sögum sem afi minn sagði mér á sínu tíma og var sannfærður að væru sannar. Og ef að svo var raunin hefur verið hér mikil byggð og ekki þá bara byggð munka, því að það er fleiri til að byggja alla þessi hella og eins og við vitum þá kannski fjölga munkar sér ekkert mjög hratt. Nei, það við vafist fyrir þeim. Já, svo náttúrulega sína nýjustu genarannsóknir það að við erum að þó nokkur hluta af írskum eða geleskum ættum. Þannig að það passar við þessa munnmæla sögur. En ef að þetta reynist nú rétt að þá er þetta allt saman fyrir það sem við kallum landnám, væntanlega er það ekki? Já, það var það sem munnmæla sögurnar segja, að þessi hellar hafi verið búnir til fyrir landnám af pöpum, írum og það eru engar sögur eftir að landnám hefst og menn fara að skrifa Íslendingasöguna. Þá eru engar sögur það að þessi hellar hafi verið búnir til eftir það. En afi sagði það að 1900 og hann man eftir því, rétt eftir 1900, þá var meginþorri þessa hellar grafin upp, menn vissu af þeim, það sást kannski aðeins inn í þá en voru ekki notaðir. En þegar búið hérna stakkaði, rétt eftir 1900, þá fórum menn í það að grafa þessa hellar upp og nýta það í miklu meira mæli heldur en var áður. Og þá voru þeir nýttir fyrir búfjánað og sem hlöður og til að geyma matvæli. Í öllum hellunum svona strompur eins og við sjáum hér
Að vísu voru þeir allir upprunalega minni sig heldur en þessi, en þeir voru allir stækkaðir til þess að hægt væri að henda niður heyi. Og ef við göngum hérna inn, þá göngum við upp 2 tröppur, upp á eins konar svið eða altari eftir hvernig við viljum líta á þetta. Og það sem kannski vekur fyrst athygli hérna eru þessir lestarteinar sem eru hér. En þeir eru hér vegna þess að hér fyrir ofan var fjós. Hellirinn er alltaf notaður sem hlaða og ég man eftir því sem Polly hér á 8. áratugnum þá var hérna stóru vaglátin síga hér niður, hann fylltur af heyi og síðan dreginn upp með talíunni. Og við löpum hérna innst í hellinn, þá komum við hér að eins konar hvelfingu og eins og við sjáum þá er þetta alveg einstaklega fallega höggvið, mjög auðvelt að höggva móbergið. Og það er merkilegt hvað þetta hefur haldið sér í allar þessar aldir. En svo er nú kannski dýrgripurinn sem er hérna innst og það er þessi kross hér sem hefur verið hér svo lengi sem elstu menn muna. Og þetta vildi mjög afi halda fram að væri frá tímum papa og þetta er ekki kross sem er svona típisku kaþólsku kross eins og finna má í sumum hellum á landinu og hérna má rauninni greina hérna fætur kristrauninni sko og búkin og hérna annað svona. Þannig að þetta er nokkuð merkilegt. Var ekki hérna sem þú sást drauginn? Jú, hérna var draugurinn. Það var hérna gemsinn sem hljóp hér á móti okkur inn ganginn og gekk á afturleppunum. Golsóttur gemsi. Ég var aldrei orðið að hræddur. Einu skil sem ég hélt ég hefði þessi draug. Það sem er líka athyglisvert hér í þessum litla helli er opið hérna eða strompurinn. En það er upprunalegt og var ekki stækkað vegna þess að þetta var alltaf lambhús en hellirinn við hliðina var hlaða og þar hefur opið verið stækkað. En svona voru þessu? Svona voru opin, svona lítil því sem þú sér það. Þetta er ekki nema kannski 1,5 fet, 2 fet. En nú ólstu hér upp, nánast bara hér í þessum hellum. Hverjar eru þínar minningar hérðan? Já, ég er náttúrulega mann fyrstur einum því hellunum að bara vera að skottast hérna með afa í hlöðunni. Að vera hérna að reita heyið ofan í vagnin síðan dregið var síðan upp í fjós. Og síðan man ég eftir því að afi gerði mikið af því að sýna ferðamönnum sem hingað komu hellana. Labbaði hér allt túnu og fór í alla hellana með fólk og sagði sína sögur hvernig hann tryði að hellarnir væru gerðir af pöpum og frá tímum pappa. Og þetta drakk maður náttúrulega alveg í sig, enda trúi ég þessu öllu. Þetta er hinn svokallaði kirkjuhellir og afi hélt því fram að hann hefði borið það nafn. Hellin er bara allar götur og mundi eftir því í byrjun 20. aldar fólk kallaði þetta kirkjuhellir. Og hér var alveg mjög fallega höggvin hvelfing í hellinum og þetta rauninni var eins og bara kirkjuhvelfing, ef það má kalla sem svo. En því miður þá sko hefur hellunum ekki verið viðhaldið og hann hefur verið opinn síðustu 3 áratugi, þannig það hefur snjóað inn í hann og ringt þannig að hann er eiginlega að skemmast. Sko afi hélt því alltaf fram að þetta hefði verið eini staðurinn á allri torfunni sem var slétt land, brekkan hérna við hliðina og hann hélt því fram að svæði hérna fyrir framar þar hefði kirkjugarðurinn verið, þó hann hefði nú ekki sannanir fyrir því. En þetta held ég sem gæti kannski bara ágætis áskorun á fornleifafræðingana. Og fórst þú svo ekki eitthvað svona feti fótsporans með því að sýna þá? Jú, það var nefnilega þannig að hérna á 8. áratugnum og svona í byrjun 9. áratugarins þá komu mikið af ferðamönnum. Sko bæði Íslendingar og ekki síður og útlendingar líka. Og við strákarnir sem byggum hérna á Ægisíðu gerðum bara heilmikið í því að fara með ferðamenn og sýna þeim hellana. En það grættum við heilmikið á því. Við gerðum rauninni ekki annað rauninni frá svona lok júní fram í byrjun ágúst að sýna hella. Hér eru stundu 3 rútur á hlaðinu, fullar af ferðamönnum. Og sem voru að skoða hellana og þetta var voða gaman og við grættum heilmikið, við fengum mikið af súkkulaði og peninga, erlenda gjaldeyrir sem var mjög gaman. Hvað varstu gaman? Sko ég held ég að ég byrjaði á þess að ég var ekki með 6 eða 7 ára og þá fór ég bara með þuluna sem ég hafði heyrt af að fara með. Og útlendingarnir voru voðalega impressed að ég held sko.
Þessu gáfulega barni. Já, þetta var mjög skemmtilega og ég náttúrulega talaði bara íslensku við útlendingana og þeir skildu það. Var það ekki? Jú, og minnstu kosti handapati þegar maður var að benda þeim á strompana og krossin og fleira. Þær láta sko ekki að sér hæða haustlæðirnar. Það úrhelli hérna í Reykholti og við ætlum að stinga okkur inn í jarðarberjaland. It's so noisy here because we have plastic greenhouses. Most growers around here have glass houses, but we, as you can see, have plastic, and that's why it's so noisy. When there's a lot of rain, you really hear it, like being in a tent. Regnið buldi á gróðurhúsinu en inni var hlýtt og bjart. Það alltaf sól í jarðarberjalandi. Og þar fengum við að heyra stuttu útgáfuna af sögunennar Astrid sem drottningin í jarðarberjalandi. Well, it's actually quite a long story, but I'll try to keep it short. My father, he's a grower in Holland, and he also has greenhouses in the United States. And they used to fly with Iceland Air to the United States. And the crop he grows in Holland, the plants, they need a cold period. And it was really hard to do in Holland because the technology in the cooling warehouses wasn't what it is today. And then they thought at a certain moment, you know what, maybe Iceland is an idea to keep our plants cold. And they rented greenhouses here to try it. And they did that for a few years. And in 2005 they built this greenhouse for those plants, but then technology caught up with them, so now they're able to do it in Holland, and the greenhouse was empty, and I always loved to come here. Then I decided to buy this greenhouse and start my own business here. Here we see flowers that come from the plants, and when we get flowers, we also get bees, and they will start pollinating the flowers. And then the next stage, it's like this. It becomes a small strawberry, not yet coloring. And then this is the next phase. It becomes white and bigger. And then when it's ready to get picked, it's big and red and sweet. Astrid á og rekur jarðarberjaland ásamt manni sínum, Ehud Kafri. Og þegar við komum í heimsókn hittum við á 2 splunkunýja starfsmenn sem voru að tína sín fyrstu ber. Þetta voru þau Sebastian frá Fraklandi og Karen frá Mexíkó, bæði í ævintýraleit á Íslandi. First day is excellent actually. I just discovered picking strawberries and it's very interesting. Never did that before. I was picking other stuff, like I went to Australia picking ginger and stuff. But yes, strawberry, it's pretty cool. I didn't know that it was growing in Iceland actually. Oh, it's really nice. It's, you know, working here with the smell of the strawberries, and it's really nice. I like it a lot. Why are you here? I'm here because I'm on a big trip. I left Mexico in February. I kind of sold everything, and I started a trip in Africa. So I did 6 countries, I did some volunteering, and I found other types of job. And after that, I met with my friend, and we decided to come to Iceland. Like, we have always wanted to go to Iceland, and we found some sort of companionship. So we said, okay, let's do it. And the second week we met, we were like, okay, let's do it. So we just bought the tickets and decided to come. We came from the airport to Reykjavik by hitchhiking, which was the first step in discovering Icelandic people. And we met a nice guy, actually. So that's good, that's interesting. And how long will you stay? 1 month. 2 weeks just like volunteering here, like getting some experience in this kind of business or of like way of living, you know, in the farms and all this kind of things that we really love. And then this other 2 weeks we're going to be traveling around Iceland. Fínir vinnumenn í jarðarberjalandi sem eiga án efa eftir að reynast vel. Og Astrid berði vel söguna að stofna fyrirtæki hér á landi. Yes, it is. I mean, for me it worked really good because we chose a product that wasn't grown yet on a large scale. And of course, starting a business, it's always going to be difficult. There's always going to be hard steps to take. But the people here were very helpful. Yeah, in the end of the day, it's all been good.
And everybody knows everybody. Everybody knows everybody, but that's a big advantage. Because then if you need something, you can just ask the neighbor and he's, oh, I have this friend and he has a friend. And then you're talking to the right person. So you like Iceland? I love Iceland. I think it's a great country. I love the nature, I love the people, and yeah, I'm at home here. Fyrir nokkrum árum voru unnin frumdrög að nýrri brú yfir Ölfusá. Margt hefur verið rætt síðan og nú spyrjum við hvað að frétta af framkvæmdum. Það svona verið að setja af stað verkhönnun á brúnni aftur og reikna með að verkhönnun fari í ganga fullu á næsta ári. En reyndar í vor þá var tekin ákvörðun að seinka framkvæmdu við brú, byrja á að tvöfalda veginn eða breikka veginn á milli Hveragerðis og Selfoss. Þannig að svo framkvæmd mun fara fyrir af stað en samhliða verið unnið að verkhönnun á brúnni því að það mjög flókið og umfangsmikið verkhönnun á henni. Svo mun þá áætlað að byrja á þessum framkvæmdu við breikkun vegarins 2017 en svo framkvæmdu við brú þá strax í kjölfari og jafnvel geta þær byrjað þó að hinu sé ekki lokið en svona við erum að miða við kannski í kringum 2020 þá sé byrjað á nýrri brú. Hún fræg sagan af því þegar gamla brúin yfir Ölfusá hrundi, skömmu eftir að herinn fór með allt sitt frá Kaldaðanesi. Það ekki hægt að segja að núverandi brú sé að hruni komin, en margir hafa samt áhyggjur af ástandennar og því rétt að spyrja hvort óhætt sé að fresta framkvæmdum. Já, við teljum það nú vera. Hún vissulega orðið mjög slitin og þreytt og þannig einmitt búið að vera að vinna núna viðhaldi á henni síðustu vikur og mun standa eitthvað fram eftir hausti. En já, við heldum að hún sé ekkert að fara að hrynja þenni svoleiðis en það auðvitað vissulega reynir á hana sko og það getur vel verið að koma að því að menn þurfa eitthvað að takmarka sko, þunga á henni því að eins og segja hún farin að láta verulega á sjá. Núverandi brú breytti miklu en hverju mun þessi nýja breyta? Já, hún breytir náttúrulega kannski aðgenginu Selfoss má segja. Það óneitanlega gamla brúin bara barn síns tíma, hún mjög þröngar akreinar yfir og gönguleiðin þar líka mjög þröng og þetta ekki í takt við þær gröfur sem við gerum í dag. Umferðin gengur mjög rólega í gegnum miðbæinn Selfossi og það svona tímaskekkja að vera að draga alla þunga umferðina í gegnum miðbæinn á Selfossi. Og svo þar fyrir utan þá, eins og segja, brúin orðin 70 ára gömul og það bara þörf á að fá að létta þunganum af henni. Nú voru ekki kannski allir á eitt sáttir hvar hún ætti að vera. Eru menn hættir að skiptast á skoðun? Nei, ég held að menn hætti því aldrei. En þessi staðsetning raun og veru búin að vera inn á aðalskipulagi sveitarfélagsins Selfossi síðan í kringum 1970. Í raun og veru var ákvörðun tekin þá og þeirri ákvörðun hefur ekkert verið breytt en það alltaf einhverjar raddir að eigi að gera hlutina öðruvísi en þeir eru gerðir og það verður alltaf svoleiðis. En ég held að meiri hlutin sé nú á því að hún eigi vera það sem búið ákvæðum verði. Það satt að þú sért að missa holu? Já, því miður. Eina uppáhaldshólunum á vellinum. Bara 3 braut hérna. Þetta ekki áhyggjuefni fyrir golfara? Jú, vissulega. En menn verða að láta ýmislegt yfir sig ganga. Við fáum vonandi eitthvað annað í staðinn. Komin dagsetning á borðaklippingar? Nei, hefur ekki að segja svona 2023 eitthvað leys. Þetta byrjunin á náttúrustíg og náttúrustígur stígur sem liggur hérna frá Óslandi í Hornafirði og alveg inn að Golfvelli meðfram vesturströnd Hornafjarðar. Og frá þessum stíg hægt að sjá allt mögulegt í náttúrunni, fugla, fjöru, jöklana þegar að viðra þannig, norðurljós líka þegar viðra þannig. Og við ákváðum að svona fljótlega eftir að náttúrustofan var stofnuð hérna þá kom upp hugmynd að búa til svona líkan af sólkerfinu við þennan stíg því það passar svona svolítið vel í fjarlægðar svona hlutföllum. En ef við erum með sólina hér á Óslandi og löpum svo 2,8 kílómetra inn eftir göngustígnum þá erum við komin út að útmörkum sólkerfisins
og þá í réttum stærðarhlutvöllum þá sólin 65 cm. En það var líka kannski hugmyndin hjá okkur að við vildum tengja þetta við grunnskólana og á skiltunum sem eru við hverja reikistjörnu fyrir sig ýmist mynd eða ljóð eða saga eða eitthvað frá grunnskólanemyndum hérna. Og fyrsti bekkur í fyrra, hann á efni á skiltinu hérna við sólina og svo annar bekkur og þriði bekkur og 10. bekkur hjá Plútó. Þannig að þetta bara upplæðið sunnudags labbitúr eins og við erum að fara í núna? Já, ekkert, og náttúrulega með tilgang, þannig að maður getur hort svolítið á skiltin. Það eru fullt af upplýsingum á hverju skilti fyrir sig, þannig að þú gætir raun og veru núna labbað og hugsað með þér, ég ætla að vita hvað kalt á hverju einustu reikistjörnu. Yfirborðshiti 5500 gráður hér á sólinni. Og svo getur maður skoðað þetta á hverju einasta skilti inn eftir öllu, séð hvað raun og veru kólnar. Svo getur ákveðið í annan tíma að horfa á hvað þetta langt á milli reikistjarnanna og það tilgangurinn í það skiptið. Þannig að þú þarft ekki alltaf að hafa sama tilgangin að lesa allt á skiltinu í hver skipti. Eigum við að trítla á stað? Já, gerum það. Það er líka kannski tilgangur hjá okkur með þessu að sýna að jörðin svo lítil og það er eini staðurinn í sólkerfinu sem líf. Þannig að ef við hugsum þetta út frá okkur og jörðarbúum, að þá viljum við alveg að fólk fatti þetta eini staðurinn kannski í veröldinni sem líf þrífst. Þannig að við verðum að fara vel með jörðin okkar. Við héldum göngunni áfram og á móts við Mars hittum við náttúrufræðinginn Snævar Guðmundsson. Þetta alveg borin vor, Snævar, að við finnum líf á Mars? Það mjög ólíklegt að við finnum líf í dag, líf sem á lífi sko. En við getum fundið vitnisburð mögulega líf, að líf hafi á einhverjum tíma verið á Mars. Og það mikilvægt í að rannsaka það og komast að því, en enn hefur ekki fundist neitt haldbært að lífið hafi verið á Mars. En það haldið í vonina og meðan hún þá verður þetta halda áfram leitað lífið þar. Ástæðan fyrir því að við settum Ceres með í líkanið það að bara til þess að minna á það að miklu meira efni í sólkerfinu heldur en einungis reikistjörnurnar. Og þessi smástirni eru lítil brot svona í samanburði við reikistjörnurnar. Stærsta smástirnið 900 km þvermál, það svona getur sagt svona aðeins stærri en Ísland. Svona líkön, þau eru til á mörgum stöðum, þetta ekki bara hér á Íslandi, en í mörgum tilfellum þá þeim fyrirkomið meðal annars í borgum þar sem þú færð ekki alveg svona tilfinningu fyrir sólkerfinu vegna þess að þú búin að missa sjónar af einhver ákveðinni reikistjörnu þegar þú komin að þeirri næst. En hér maður bara með þetta allt saman? Hérna með þetta allt fyrir augunum og það gefur miklu betri tilfinningu fyrir þessum ógnastærðum sólkerfisins. Var ekki gaman að stúsast í þessu? Jú, mjög gaman. Ég elska stjörnur og reikistjörnur, þannig að fyrir mig var þetta bara eintóm ánægja þótt þetta væri þetta fyrirhöfn. Nú erum við eins og Bósi Ljósár myndi orða það, komin út fyrir endamörk alheimsins eða hvað? Já, við erum stödd hérna núna við Neptúnus og Plútó. Neptúnus í raun og veru ysta reikistjarnan, en Plútó, hún gengur í sporöskju í kringu sólu, þannig að þegar hún næst sólin okkar, þá hún á sama eða svipum slóðum og Neptúnus. Þannig að við ákveðum að stilla þessu upp hérna. En ef við hugsum þetta ennþá lengra, að þá, hvað næsta sólkerfi, að þá þyrftum við að fara héðan norður fyrir Norðurpól og langt suður fyrir Nýja-Sjáland á jörðinni til að finna samsvarandi sólkerfi og þá mögulega líf einhvers staðar. Þannig að það alveg í óra fjarlægð eins og Bósi Ljósár myndi kannski kalla það.
Að sunnan í samstarfi við einfalt heimshorn með Holta, tandúri eða fajitas, barbecue eða safran, full eldað. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar. Trésmíðan Fagus, Þorlákshöfn. Landsstólpi EHF, útsölustaðir, Gunnbjarnarholt við Selfoss, Kaupfangi 10 Egilsstöðum og Vélaval Varmahlíð. Hótel Laki, Efrivík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 46 00.